komið þið sæl. Ég heiti Margrét Pétursdóttir og stýri þættinum Kona með höfuð. Við ætlum reyndar að búa til þátt inn í þennan þátt sem við köllum Siljuna. Og Siljan bókaþáttur þar sem að gestir mínu munu fara yfir hvaða bækur, þá sósíalisma og feminisma, jafnvel aðraisma. Þær mæla með fyrir nýja lesendur slíkra bóka sem og aðra áhugasama og lengra komna. Gestirnir eru Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi og Íris Ellenberger sagnfræðingur. Við fáum jafnvel Sólveig og Önnu hérna inn en það verður þá bara svona, hún verður hálfgerður leynigestur. En velkomnar Sanna og Íris og hérna við sökkum okkur bara beint í bækurnar og ég ætla að byrja að gefa þér orðið Sanna. Hvað þú ert komin með einhvern bókastafla af svona uppáhaldsbókum og jafnvel bókum sem að gætu orðið uppáhalds að þú ert ekki búin að lesa. Gjör svo vel. Já, takk fyrir. Ég mæli með þessari bók sem ég ætla að fá að sýna hérna bara og þetta bókin Feminism for the 99% a Manifesto og þetta rauninni bara ef við tölum þetta 1% og 99% að þá eins og við sósíalískir feministar lítum á þetta að þá erum við náttúrulega að greina samfélagið út frá efnahagslegri stöðu fólks og þeim sem búa við slæma stöðu, upplifa kúgun og þetta svona greining út frá stöðu kvenna og fólks á jaðrinum og svona manifesto hvernig við ætlum út úr því og við getum ekki lengur vera að sætta okkur við svona feminisma sem talar jöfn tækifæri og brjóta glerþök og einhvern veginn svona hjálpa greykonum sem að búa við slæm skilyrði baráttan hún þarf að vera leidd áfram af þeim sem að þekkja þessa stöðu. Ég viðurkenni að ég ekki búin með þessa bók en hún ekki eitthvað það þykk en ég oft með marga bækur í gangi í einu. En ég mæli með þessari, hún á ensku en það gott að lesa þessa bók. Þó ég segi sjálf frá, þó ég sé ekki búin með hana. Það oft marga bækur hjá mér á borðinu í gangi í einu. En þessi algjörlega byrja á henni. Er ekki rétt hjá mér að þessi sé jafnvel til í hljóðbók? Hefurðu tekið eftir því? Þessum minnið þegar ég hefur séð hana. Þið byrjuð? Heyrðu í mér? Já, byrjuð, já, gjör svo vel. Þið byrjuð að taka upp. Þið byrjuð að taka upp? Já. Heyrðu, svo eru fleiri bækur líka sem eru hjá mér en það kannski spurning hvort að Sólveig viti meira þessa bók. Feminism for the 99%. Sólveig, varstu búin að lesa þessa? Áfram. Hún á hana líka, sko. Hún hefur örugglega líka verið búin að ákveða að fjalla hana. Eigum við Sanna kannski að leyfa Sólveig og Anna þegar við vitum að hún svolítið tímabundin, eigum við að leyfa henni kannski bara að hoppa inn og einmitt bara sjá hvað hún segir þessa bók og leyfa það þess að halda áfram. Hvað segirðu það? Ok, ég skal gera það. Já, bara afsakið ég kom aðeins of seint, en það ánægjulegt hvað þeir eru stundvísar. Það verður gott þegar byltingin byrjar að vera með svona mikið af stundvísum konum. Ég með nokkra bækur sem ég ætlaði svona að fara í gegnum og segja ykkur að lesa. Og ég ætlaði að byrja á henni Nancy Fraser. Þessi bók heitir Fortunes of Feminism og bara alveg frábær eins og allt annað eftir Nancy sem að ég hef lesið og hún fjallar sem sagt það hvernig feminismin, þessi svona mainstream feminismi gengur nýfrjálshyggjunni á hönd og hún bara svona rekur þessa sögu frá sem sagt annarri bylgjunni
og hvernig svona stéttavinkillinn og allt þetta sem að við væntanlega allar í það minnsta að hyllumst í okkar feminisma, hvernig það hverfur eða verður jaðarsett og í staðinn kemur þessi svona einstaklingsmiðaða identity politik nálgun sko eða hvað getur sagt, svona einstaklingsbundið frelsi þeirrar konu sem að þú getur brotist til mennta eða getur brotið einhver glerþök og svo framvegis. Og þessi bók þegar ég las hana þá fannst mér hún á að útskýra ótrúlega vel fyrir mér hvað það var sem ég einhvern veginn þoldi ekki við mainstream feminisman en hafði svona ekki kannski alveg náð að átta mig á sjálf hvað væri. Það sem ég var svona komin á þennan stað að þú veist, ég var mikill feministi en mér fannst ég ekki geta einhvern veginn svona speglað mig að neinu leyti í þeim svona feminísku umræðum sem að ég hafði aðgangað sem voru auðvitað ekki einhverja svona þeóríu feminískar umræður eða háskólasamfélags heldur þessara svona mainstream og mér fannst þessi bók bara algjörlega frábær að því leyti og ég er með aðra bók eftir Nancy Fraser þar sem að hún rekur sem sagt uppgang popúlisma til nýfrjálshyggjunnar og þetta er bara svona lítil essaya sem að er líka bara ótrúlega fróðleg og skemmtileg og svo auðvitað er ég með feminisman fyrir 99% en Nancy Fraser er einmitt ein af höfundum þessa manifestos, þessara svona yfirlýsingar sem er bara einmitt svona stutt, þetta eru hvað 11 tesur eða eitthvað svoleiðis, ég man það ekki alveg og einmitt bara rosalega góð svona yfirferð yfir það sem að svona sósíalískir feministar ættu svona flest að geta tengt við. Viljið þið að ég haldi áfram að fara bara yfir bækurnar sem ég kom með? Sko, ef þú hefur tíma þá er kannski alltaf að skjóta þeim inn í Sönnu og Írisi. Ef þú ert tímabundin þá bara leyfum við þér að halda áfram. Nei, ég bara get verið til akkurat 5, þannig að við höfum nógan tíma. Ok, má bjóða annar hvort ykkar. Íris, viltu kannski koma með eina bók og svo höldum við bara áfram? Já, endilega. Ég ætla að sýna ykkur einu bók sem ég er búin að vera að nota svolítið í vinnunni. Ég vinn við það að miklu leyti að kenna fólki sem ætlar að vera kennarar og þá er nú gott að hafa góða feminista við höndina og góð feminist rit og þetta er rit eftir Bell Hooks sem heitir Teaching to Transgress sem ég er búin að vera svona að lauma inn í svona kennsluskrár hér og þar og láta þau svona lesa. Þetta er reyndar fyrsta bókin af 3 í svona trílógíu og er ég með hinnar sem er Teaching Community og Teaching Critical Thinking og hún er sem sagt að byggja svolítið á Paulo Freire sem ég er með líka sem að er svona einn af þeim, hann er frá Brasilíu og einn af þeim svona, fyrstu sem að fara svolítið að svona gagnrýna skólakerfi, þetta er svona dæmigerða vestræna skólakerfi og svona halda því fram pottið með réttu að það sé í rauninni kúgandi og sé í rauninni bara til þess gert að halda fólki niðri, sérstaklega fólki sem er ekki mjög hári stöðu í samfélaginu og gagnrýna þessa kennsluaðferðir að það sem að kennarinn stendur og svona tyggur eitthvað svona ofan í nemendur og þeir eiga bara svona taka við upplýsingum og án þess að melta þær á krítiskan hátt og Bell Hooks að hún svona tekur þessa pælinga svolítið áfram, hún skrifuð 30 árum eftir að Paulo Freire skrifar sína bækur og svona þegar maður er að kenna fólki sem er að fara að starfa sem kennarar svona í þessu svona nýfrjálshyggju andrúmslofti sem er í gangi núna, þar sem er svona alltaf meira og meira að fara að líta á kennarar sem einhverjum sem veita ákveðna þjónustu, bæði foreldrum og nemendum sem einhvers konar bara einhvers konar þjónustu aðila
að þá sem sagt, að þá gott að að vera með hana við höndina, hún svona að hvetja kennara sérstaklega, þetta sérstaklega skrifa fyrir kennara, hvetja þá svona til dáða og vera að tala menntun sem frelsandi tæki og það bæði að hafa ánægju af því að læra og ánægju af því að kenna, að það sé í rauninni bylting í sjálfu sér, vegna þess að einhvern veginn okkur alltaf kennt að það sé leiðilegt að læra og það sé leiðilegt að kenna og svona, já, að tala þetta með einmitt ánægjuna og svona líka það einhvern veginn að þessi svona hugmyndum að með því, með menntun sem ekki þessi kannski svona dæmigerða svona dæmigerða kennslustund eða kennsla sem við sjáum fyrir okkur þar sem við sitjum öll og hlustum á kennarann, að það sé það geti með menntun menntunin sem hún vill leggja til, að þá sé hægt að öðlast frelsi frá kúgun. Og þetta svona stuttir kaflar, og ég næstum búin að lesa alla bókina, og þetta svona stuttir kaflar, aðgengilegir og mjög svona, já, mjög svona hressilegir og svona, já, svona maður fær svona innblástur og fyllist svona eldmóð og já, langar til að allir kennarar verði aktivistar og eins og þeir ættu náttúrulega að vera. Frábært. Sandra, hvað segirðu? Hver næsta bókið þér? Það Radical Woman Manifesto. Ég fekk þessa gjöf sem sagt frá Freedom Socialist Party. Þær komið 2 til Íslands og ég hitti þær. Ég nýbyrjuð á henni, en mér finnst það flott svona hvernig hún sett upp. Það svona verið að fara yfir söguna og verið að tala svona sögulega ástæðu þess að konur séu kúgar. Það verið að fara í einmitt mæðraveldi. Þetta var nú þannig að já, börn svona kenndi sig við móður og svona hver ástæða þess hver ástæðan fyrir kúgun kvenna, og þá verið að fara þetta yfir í svona mannfræðilegum skilningi varðandi eignarhald og þegar það koma umfram verðmæti og verið að svona velta þessum spurningum upp, og svo í lokin þá þetta sett fram svona mjög vel að ég sé að það kemur svona kafli varðandi umhverfismál og varðandi ofbeldi, að þá kemur bara svona we demand og bara svona punktar, þú veist, við krefjumst þess að, þannig að mér finnst það svona mjög flott að setja bara upp svona, já, manifesto, ég veit ekki hvað íslenska orðið fyrir það, bara við krefjumst þess að þetta verði svona. Þannig að mér finnst það rosalega flott svona upplegg á hvernig sósíalistar, feministar ætti að vinna og setja þetta svona skýrt fram. Og svo bók sem í miklu uppáhaldi hjá mér núna, það kannski ekki beint sósíalískan feminisma, en það bókin British eftir Afua Hirsch, og hún að fjalla sko kynþátt, litarhaft og stétt og svona mikilvægt þess að tala þetta saman, og hún fer inn á alveg heilan helling í þessari bók og ég mæli innilega með henni, og að því svo mikilvægt að skilja sko stétt þegar við erum að greina veruleika fólks, og það mikilvægt að skilja hvernig uppruni spilaði þetta, og sko einu stað í bókinni þá hún sem sagt að blönduðum uppruna, foreldra sem sagt hún bresk og foreldra sem eru eitt foreldri frá Ghana, og hún svona að tala sko henni fannst hún aldrei tilheyra einhvern veginn bresku samfélagi með þetta dökka litarhaft, og svo fer hún til Ghana og það ráðast á hana, hún rænd, og þá einhvern veginn hún orðin sko tákmynd svona efri stéttarinnar og talin búa yfir auðæfum sem sé að ræna einhvern veginn. Þannig að þetta svona mjög áhugaverða pælingar sko, hvernig flétta saman sko, það kannski gett að niðurnjörfita í nokkra setningar þar sem ég að reyna að útskýra, en bara mikilvægis einhvern veginn sko stétt og uppruni í ólíku samhengi, þetta skiptir allt svo miklu máli. Þannig að já, ég mæli innilega með þessari bók hér. Hún aðgengileg við lestur? Hún vel sett upp og gott að lesa hana?
Sko, ég veit ekki hvort hún sé kannski dálítið fræðileg, sko, mér finnst hún aðgengileg, en Já. ég hef lesið dálítið svona þunga mannfræðilega texta í gegnum árin, en mér finnst hún mjög skemmtileg og það er ýmislegt sem að tengi við og hún er að tala um manninn sinn sem að upplifir mikla fátækt og og hann hefur alltaf þurft að hafa sko keks á náttborðinu áður en að fara að sofa og þú veist það er eitthvað sem ég held að allir sem hafi búið fátækt geti skilið. Þannig að ástæðan fyrir nefni þetta sérstaklega er út af því að ég held að bara góð rit varðandi sósíalískan feminisma er einmitt ritin sem segja okkur frá veruleika jaðarsetts fólks og fólk sem að tilheyra einhverju svona heim sem að við þekkjum ekkert endilega, sem við vitum ekki hvernig er og það er ekki bók en ég verð að nefna að ef að fólk vill svona kynna sér bara heim annara og svona, hvað segir maður, bara slæma stöð fólks og hvernig, þú veist, hvað við getum gert til að bregðast við, þá vil ég nefna í þessu samhengi sögur kvenna af erlendum uppruna, Me Too, sögur kvenna af erlendum uppruna á Íslandi. Það er eitthvað sem að allir ætti að lesa og bara lýsingarnar og að því að náttúrulega það sem við erum alltaf að reyna að gera er að reyna að skilja reynsluheim annarra og bara jaðarsetningu sem að konur búa við og þegar þú ert komin á þann stað að þú skilur ekki tungumálið, þú býr við fátækt, þú ert í samfélagi sem að lítur á þig sem utanaðkomandi og er ekki að fara að hjálpa þér, þú veist, þú getur ekki leita neitt. Þannig að ég held að það sé bara mjög góð byrjun líka, þú veist, það er ekki bók en það er bara mjög góð byrjun. Hvað gæta með að nálgast þetta? Þetta er á Kjarnanum til dæmis og bara slá Google bara Me Too erlenda konur, þá kemur þetta bara strax upp. Frábært. Takk fyrir þetta. Sólveig, hvað segirðu? Hver er næsta bók hjá þér? Já, takk. Ég ætla bara áður en lengra haldið þá ætla ég að mæla með podcasti sem heitir The Dig og þar eru viðtöl við alls konar klárt og sniðugt fólk og meðal annars mjög gott viðtöl við Nancy Fraser sem ég var að tala um og það fylgja svona transkript með viðtölunum þannig að þú getur hlustað og svo getur þú lesið sko farið tilbaka og svona þannig að fyrir fólk sem hefur raunverulegan áhuga á að vera að kynna sér svona hluti þá er það sniðuleið The Dig heitir það. En næsta bókin sem ég er hér með er þessi bók sem ég las í sumar sem heitir Marxism and Intersectionality, Race, Gender, Class and Sexuality under Contemporary Capitalism eftir Ashley J. Bowyer og ég vissi ekkert hver þessi kona var og ég hafði ekkert heyrt neitt hana en ég sem sagt bara fyrir tilviljun las viðtal við hana í bresku kommunista blaði sem heitir Salvits sem er mjög gott og ég mæli líka með og lesa oft og ég las þetta viðtal við hana og ákvað að kaupa bókina og mér fannst bara svona hvernig hún fjallaði viðfangsefnið í þessu viðtali vera þannig að ég hugsaði með mér þetta væri eitthvað sem mig langaði til að lesa og hún hún segir að þarna sé hún að fjalla marxisma og svo intersectionalisma og þú veist þetta er oft svona þessu er oft svona stillt upp einhvern veginn sem einhverjum svona sko þú veist andstæðum og hún segir að þarna séum við þvert á móti með bara tvo svona kenningaheima sem að eigi heima saman og eigi og geti nýst okkur í okkar andkapitalísku baráttu og að okkar andkapitalíska barátta hún og ég er svo sammála henni í þessu að við erum náttúrulega að fást við arðránið og svo erum við líka að fást við kúgunina og þar kemur einmitt þessi svona intersectional pæling inn og þegar ég var búin að lesa þessa bók þá fannst mér ég vera komin með bara svona rosalega góða og svona skýra sýn fyrir allan að sjálfa mig það hvað felst í því að segjast vera intersectional
aðhyllast intersectional pælingar og hún rekur svona sögu þróunar þeirra svona kenninga og rekur hana einmitt til svartra kvenna í Bandaríkjunum, svartra kommunista kvenna og svo framvegis og mér fannst þetta allavega mjög svona sannfærandi hvernig hún stilti þessu upp og þú spurðir hérna áðan Margrét hana Sönnu hvort að bókin sem hún var að mæla með væri aðgengileg og með þessa bók það var bara svona aðeins miðbyggið, það sem mér fannst svona fræðilega jargonið vera komið dálítið langt. En þá var ég líka í útilegu og klukkan var margt og ég var að lesa í myrkri þannig að það geti haft áhrif. En annars bara fannst mér hún einmitt vera mjög aðgengileg og ná einmitt að fara svona yfir þetta efni með bara einstaklega svona skemmtilegum og góðum hætti og bara þú veist, þær manneskjur sem hún er að vitna í gerir hún bara ótrúlega vel. Audre Lorde spilar þarna stórt hlutverk, félagi Angela Davis sem við vorum held ég allar svo heppnar að fá að hlusta á fyrir skemmstu er þarna og fleiri og bara ég þegar ég var búin að lesa bók þá var ég komin með svona enn dýpri og meiri virðingu fyrir baráttu svartra róttækra kvenna í Bandaríkjunum og var hún þó mikil fyrir. Ok, frábært. Taktu aðra bók. Ég veit nefnilega að tíminn líður, þannig að taktu næstu líka. Á ég að taka næstu líka? Já. Ok. Þá er ég með bók sem að ég keypti bara fyrir algjörlega tilviljun á svona róttæklinga bókamarkaði einhvern tímann í Oslo árið 2012 og hún heitir Sex Traffic, Prostitution, Crime and Exploitation eftir ítalska konu sem heitir Paola Monsini og svo er hún er doktor í félagsfræði og hún sem sagt hefur rannsakað síðustu 2 áratugi skipulega glæpastarfsemi og fólksflutninga, migration og hefur sem sagt einbeitt sér að því lengi að rannsaka mansal kvenna í vændisbransanum og hún bara svona fer yfir þetta í einmitt alveg með ótrúlega svona skýrum og upplýsandi hætti yfir svona vændisiðnaðinn og hún svona rekur hvernig hrun Sovétríkjanna og innleiðing nýfrjálshyggjunnar gerði það verkum að þar varð til stór hópur kvenna sem var þá sem sagt settur í þá aðstöðu að verða fórnarlömb vændis fólksmanna sem að vildu, þú veist, að arðræna þær í gegnum vændi og hún lýsir því hvernig, þú veist, fjárkúgun og stöldur á tekjum eru auðvitað bara risavaxið vandamál fyrir konurnar sem eru fastar í þessum bransa og þarna svona dregur hún upp á sinn einmitt svona mjög svona fræðilega og svona hófstillta hátt mynd af einmitt þessari svona ósýnilegu hönd markaðsaflana sem bara svona eins ógeðslegum ofbeldishnefa og bara hægt er að hugsa sér og þarna bara sést með svo skýrum hætti þegar konan er bara orðin vara og það er hægt að selja hana bara aftur og aftur og aftur þangað til að þú getur svo ekki selt hana lengur af því hún er orðin ónýtt í augum neytandans og hún lýsir því með hvernig konan þarna er bæði sko varan sem er seld og svo er konan líka fórnarlamb glæpsins sem er framinn og þetta er bara mjög áhugaverð lítil bók fyrir þau sem að vilja svona skilja markaðseðli mansals í vændisbransanum, hvaðan eftirspurnin kemur og hvernig svona kaupendurnir hugsa og hvað ástæður þeir hafa fyrir því að vilja kaupa aðgang að konum og það eru svona lítil brot úr einmitt svona viðtölum sem hafa verið tekin og rannsóknum sem hafa verið unnar á notendunum, kaupendunum og það er ótrúlegt að lesa hugsunaganginn sko. Og svo er líka alveg brjálæðislegt að lesa sko, hún er ítölsk og hefur sem sagt, er að einbeita sér svona ítölskum svona social relations og menningunni þar sem að það bara þykir mjög sjálfsagt að menn kaupi vændi og hún lýsir einmitt svona hierarkíunni í vændisbransanum þar og rasismanum og viðbjóðunum sem að tíðkast þarna og
þegar ég var 14 ára minnum ég þá las ég bók sem var eftir einhvern norskan blaðamann sem héti Hugsanir mínar færðu aldrei og var tvær vændiskonur, aðra unga og hina orðna fullorðna og sú bók svona mótaði bara mjög viðhorf mitt til þess einmitt að það sé hægt að láta manneskju konu ganga kaupum og sölum og þessi bók hún svona líka bara mótaði mjög svona viðhorf mitt til þess einmitt hvað það ótrúlega brjálæðislegt þegar svona bara grimmustu markaðslögmálin eru komin inn í þennan iðnað og enginn þarf einu sinni lengur að láta eins og það sé eitthvað athugavert við þennan iðnað þegar þetta bara allt í einu á að verða bara svona algjörlega sjálfsagður partur af mannlegri tilveru. Þannig að þetta ekki auðveldasta efni kannski í heimi. Nei, en bara mikilvæg lesning og ég hef ekkert lesið mikið þessi mál þannig að það eru eflaust fullt af bókum sem að hægt að mæla með þessi hluti en þessi allavega fannst mér nálgast þetta viðfangsefni bara með svo ótrúlega svona skýrum og góðum og einbeittum hætti. Flott. Já, ok, takk. Íris. Það er ég að unmjúta. Já, það eru nokkrar kannski skáldsögur sem langar til að fjalla og ég ekki með mér ef ég í vinnunni, ég með skáldsögur heima hjá mér en mætti kannski deila skjá svo þið sjáuð ég ætla nú ekki að fjalla þessa fyrstu en heyrðu, þú ert að gefa mér leyfi til þess að deila skjá. En já, ég kannski bara byrja að tala áður en eða get ég núna? Já, núna get ég. Mér langar til þess að deila þessum, vantilega. Sjáðu hann hjá mér. Já, þessi bók sem að Sanna var að tala British, hún það ekki, myndi mér svolítið á þessa, ég veit ekki hvort þið hafi lesið hana, ég hlustaði á hana fyrir skömmstu og og hún svona kannski, já, gerir það sama og Sanna svolítið að var að tala með hina bókina, hún að draga fram svona margs konar ólík sjónarhorn svartra og brúnna kvenna í Bretlandi og svona draga fram hvað þessi saga löng. Það eru örugglega svona 15 ólíkar aðalsöguhetjur sem allar einhvern veginn fá sína sögu sem allar tengjast og svona og eru allar mjög svona ólíkar en náttúrulega eiga það sameiginlegt að þurfa að upplifa og glíma við rasisma og svona þessa kolóníalíska sögu á einn og annan hátt og gera það á mjög ólíkan hátt og ég fyrir svona andstæðan hátt, það svona tókstreita á milli karakterana í þessum sögum en maður samt það sagt frá þeim á þann hátt, hún Bernadine Evaristo segir frá þeim á þann hátt að maður einhvern veginn skilur þær og maður skilur forsenduna fyrir þeirra vali og þeirra leiðum sem þær hafa ákveðið að fara eða þau hafa ákveðið að fara í lífinu. En það sem er nokkað samt aðalega að fjalla trílógía sem að ég hlustaði á þessu ári eftir N.K. Jemisin sem þetta alveg magnað verk og hún á svona, já, ég eyddi stórum hluta af þessu ári annarkvort að lesa bækurnar hennar, að hlusta bækurnar hennar. Þessi trílógía örugglega hennar þekktasta verk, hún fékk Hugo-verðlaunin sem svona virt sci-fi verðlaun fyrir allar bækurnar 3 ár í röð og það hefur enginn annar gert það. Og þessi fyrsta bókin skrifuð sama Sumar og Ferguson mótmælin að eiga sér stað og svona kemur svona svolítið svona út úr svona þeirri svona reiði sem að hún fann það Sumar og fjallar reiða konu sem á harma hefna og svona hennar líf og þarna fléttast saman feminismi, gagnrýni á völd, þetta einhvers konar svona allegóría verður fyrir þrælahald þessi sería og svona hvernig hægt að hvernig það gerist að fólki haldið niður í fólki sem á í rauninni hafa öll þau völd sem að þau kjósa sér að hvernig hægt að halda þeim
þeim niðri. Það sem líka áhugavert við þessa sögu að þegar hún þessa trilógíu að þegar hún að fá Hugo-verðlaunin þá það svona líka sem einhvers konar andsvar við sko svona ákveðin umkvörtunum gagnkynhneigðra hvítra karla að það væri Hugo-verðlaunin væri farin að vera of svona politically correct á sama tíma og svona það það að gerast að þá hún að raka inn öllum þessum verðlaunum og já og engum dettur í huga að halda því fram að hún sé ekki vel að þeim komin. Þetta alveg algjörlega mögnuð trilógía, mæli alveg eindregið með henni. Hún var líka að gefa út fyrstu bókina í annarri trilógíu, gaf hann út í ár sem heitir The City We Became sem svolítið öðruvísi, hún fallar í raun New York og svona að já, kannski svona kemur meira svona til samtímans og svona halda áfram með þetta svona þema sitt að glíma við rasisma, Black Lives Matter og já, það ótrúlega skemmtileg bók. Ég hlakkar rosa til að lesa bók númer 2. Ég vonum komin næsta ári, sjáum til. Já, þetta svona, þær skáldsögur sem hafa verið með mér, verið mjög hugleiknar á þessu ári. Róbert, þetta mjög spennandi. Sanna? Já, það Talking Back, Voices of Color eftir Nellie Wong. Hún bandarísk en foreldrar hennar innflytjendur frá Kína og það sem ég finnst dálítið svona mikilvægt að undirstrika einmitt sko að það sem að feminismin allavega eins og ég svona skynja hann þegar ég að alast upp að það hefur allan tíman vantað þessar raddir frá konum sem eru ekki hvítar og konum sem eru fátækar og það hefur dálítið einmitt verið svona útskýringin, já þetta ekki feminist málefni, þetta eitthvað annað, þú veist þetta sem að þú ert að lýsa tengist bara fordómum gagnvart útlendingum eða sem þú ert að lýsa tengist bara fátækt, það passar ekkert inn í femíníska umræðu, það bara eitthvað svona sér sem við ætlum að díla við seinna, en núna erum við bara að berjast fyrir réttindum kvenna að þú veist konur fái jafn góð laun og kallar fyrir sömu störf, en maður hugsar já, en hvað hina konurnar sem ekki einu sinni núna að fá jafn góð laun, ekki lágmarkslaun, þurfa að vera í 3 störfum til að fá, þú veist, nóg til að komast af út daginn. Þetta var kannski smá út fyrir efnið, en þetta var mikilvægt þess að ég var að benda á þessa bók, Voices of Color, af því að þetta hefur verið rosa svona aðskilið, þannig að alla bækurnar sem við höfum verið að nefna eru einmitt svona að draga fram það sem að hefur vantað í mainstream feminisma, af því að þessi mainstream feminismi ekki að gera sem að feminismi ætti að vera að gera og það einmitt að tala rödd þeirra sem að upplifa þessa kúgun og þannig mér finnst það vera dálítið svona ef að einhver bara algjöru núllpunkti og hugsar sósíalískir feministar, hvernig á maður að byrja, hvað, þú veist, hvernig á maður að reyna að átta sig á því hvað ólíkt með þeim og hvað hvað þetta snýst allt saman það það náttúrulega að reyna að átta sig á því hvað við erum að berjast fyrir og nú þetta kannski óvinnsæl skoðun en þessi alltaf góð líka bara kommunista ávarpi til að átta sig svona á grunninum og yfirfæra síðan bara yfir á ár 2020, ég meina það alltaf einhver sem á framleiðslu tækin og græðir á vinnu fólksins, þannig gott að hafa þessa líka svona til hliðsjónar svona til að átta sig á þessu kerfi sem við búum við, þannig að mæli líka með henni sem svona grunn. Já, takk. Ég svo alveg sammálaður. En þú Sólveig, hvað segir þið? Út með eitthvað meira? Já, ég mæli líka með því sem að Sanna mældi með sem grunni. Mjög skemmtilegum og auðlæsilegum og hressandi grunni. Og fyrst að Sanna var að tala kommunista ávarpið, þá ætla ég að plugga
Svía sem heitir Andreas Malm sem ég er mjög mikill aðdáandi hans Andreasar. Hann ég man ekki hvernig ég sem sagt heyrði af honum en ég held að hafi verið vegna þess að Naomi Klein var að tala hann í tengslum við bókina hennar loftslagsbreytingar og kapítalisma. Og ég sem sagt prófaði að panta eina bók eftir hann sem heitir The Progress of this Storm og hún kom út árið 2018 og þá sem sagt pantaði ég hana og las hana og mér fannst hún bara alveg frábært og hann Andreas, hann hefur þessa góðu færni sem að marxistar eiga að reyna að hafa sem að Marx og Engels sannarlega höfðu þegar þeir skrifuðu kommunista ávarpið og ýmislegt fleira að skrifa þannig texta að manneskjan svona dettur inn í hann og bara getur ekki hægt að lesa. Sem sagt í þessari bók Andreas að rífa í sundur svona heimspeki kenningar postmodernismans og svona hins nýja materialisma og ég segi þá hér að vera lengra halda að ég hef ekki lesið mikla heimspeki og ekki svona djúpt inn í þessum kenningum en var mjög svona sannfærð af því hvaða skoðanir Andreas hefur á þessu og hvernig hann svona dregur upp þá mynd að þessar svona heimspeki stefnur séu raunverulega bara svona complicit í nýfrjálshyggjunni og með svona sinni nálgun á hamfarahlýnunina eins og hún kölluð á íslensku séu bara hafi bara gert mjög illt og hafi svona grafið undan getu okkar til þess að horfast í augu við það að þessi barátta hún þarf náttúrulega að vera bara háð á svona materialískum grunni. Svo þegar ég var búin að lesa þessa bók þá pantaði ég bókina sem hans svona stóra verk sem heitir Fossil Capital og þar rekur hann svona sögu sögu fæðingar kapítalismans í Bretlandi í verksmiðjunum þar og kola iðnaðinn og dregur upp sem sagt myndina af því hvernig við getum nú verið komin á þennan hrikalega stað á okkar síðkapitalísku tímum þar sem að katastrófan þegar hafin og stjórnvöld í vasanum hjá kapitalistum gera nákvæmlega ekkert af því sem að þau þurfa sannarlega að gera eigi að takast að vernda bara þá veröld sem að þarf að vernda til þess að mannfólk geti lifað í henni. Svo sem sagt ég að lesa þess að ég ekki búin með hana sem heitir Corona War Communism in the 21st Century. Hún heitir Corona Climate and Chronic Emergency og þar raunverulega dregur hann upp þessa mynd og segir að til þess að berjast gegn klímakatastrófunni þá þurfi að nota ríkið til þess að implementera þeim breytingum sem að verði að gerast bara samstundis og færir fyrir því bara ótrúlega sannfærandi rök og hann að fjalla auðvitað bara málefni sem að skiptir á endanum mestu máli í þeirri veröld sem við búum í núna og hann gerir það með þeim hætti að það bara svo ég hljómi bara mjög klisjukennt, það hrein unun að lesa textan sem hann skrifar og þegar ég svona búin að lesa hann í svona hálftíma þá ég alltaf orðin rosalega uppveðruð, rosalega uppfýruð og rosalega æsti að gera eitthvað og hann hefur þá færni í svona mjög miklum mæli þannig ég mæli með honum Andreas Malm. Viltu halda áfram? Ok, þetta eitthvað svona keppni eða eitthvað svona og ég alltaf svona rosa æst og stressuð eitthvað. Ok, eitt í viðbót, þá það bara svona safn af svona ritgerðum sem heitir Social Reproduction Theory, Remapping Class, Recentering Oppression
og þessari bók ritstýrt af konu sem heitir Tithi Bhattacharya sem að ég orðin eitthvað svona sjúkt fangirl á og ég fann hann á Facebook og hún núna vinkona mín og ég alltaf að læka hjá henni og ég á svona rosalega svona desperate von að einhvern tímann komi Tithi og læki eitthvað hjá mér. En já, þetta bara sem sagt, þarna meðal annars ritgerð eftir Nancy Fraser og fleiri og þarna verið að fjalla sem sagt, kenningar félagslegrar endurframleiðslu og kapitalismin og svona hans funksjónir útskýrðar út frá þeirri kenningu sem mjög mikilvæg fyrir okkur sem aðhyllumst femínískan sósíalisma. Það hvernig umönnun mannlegs samfélags bara algjörlega lífsnauðsynlegt undirstöðu atriði í kapitalismanum en hvernig þær manneskjur sem að starfa í umönnunargeiranum eru oft þær arðrændustu tilheyra oft þeim arðrændustu hópunum af öllum og þetta náttúrulega sérstakt áhugamál fyrir mig þar sem að ég náttúrulega starfaði lengi sem ofur arðrænd umönnunar láglauna kona og áttaði mig náttúrulega á því meðan ég var í því kerfi hversu ótrúlega brútal þetta kerfi og hversu ótrúlega hræsnisfullt það og hversu ótrúlega svikult það við konur á sama tíma og fólki sem að ríkir á toppi þessa kerfis segist yfirlega vera miklir feministir og miklir kvenfrelsisfrömuðir og svo auðvitað mér þetta mjög bara hugleikið í því starfi sem ég í núna þar sem að staðreyndin sú að lægslaunaðasti hópurinn á íslensku vinnumarkaði einmitt ófaglærðar láglaunakonur í umönnunargeiranum þó að við höfum auðvitað með verkföllunum og baráttunni síðasta vetur náða byrja að sparka mjög rösklega í þetta ógeðslega kerfi þá á eftir að sparka mjög mikið og við hættum auðvitað ekki fyrir en að það hrynur og við getum byggt nýtt og betra kerfi aftur, þannig að það mjög gott að lesa þá þessa social reproduction teóri til þess að hjálpa í svona sparklönguninni. Takk. Heyrðu, en áður en ég missi þig frá mig, þá ertu eitthvað búin að kíkja á það sem á jólamarkaðnum í dag? Ertu búin að sjá eitthvað á jólabókum? Nei, ég ekki búin að því. Ég að bíða eftir nýju bókinni hans Andrésar sem heitir How to Blow Up a Pipeline og ég bara rosa spennt eftir þeim manual og nú ég bara rosa spennt að fara að lesa sci-fi sem að Íris var að mæla með því að ég eiginlega á þeim stað núna að þegar ég að lesa eitthvað sem ekki bara eitthvað svona sem að gagnast mér í baráttunni þá elska ég sci-fi mest af öllu og já, það bara mjög það verður mjög tímabært fyrir mig að komast í eitthvað gott, nýtt, eitthvað góðan nýjan vísindaskáldskap og það langar mig áður en að ég hætti og þetta ekki bók, heldur þetta seríus, sjónvarseríus, Lovecraft Country, fyrir fólk sem að pælir í svona intersectional kúgun, rasisma og hefur unun af vísindaskáldskap, þá þetta svo ótrúlega skemmtileg sería að þið ekki búin að horfa þá getið þið í það minnst að gert það jólin. Ég get bakkað það alveg upp, þetta eru fínu þættir. Mér að skjóta líka inn, ég ekki búin að horfa seríuna en ég las bókina, eða hlustaði á bókina í ár og hún líka mjög góð, mæli líka eindreið með henni. Frábært. Sólveig, ég veit þú þarft bráðum að fara að tía því, ég ætla bara að þakka kærlega fyrir að koma og segi bara gleðileg jólin. Takk og gleðileg jól og bara gaman að vera með ykkur. Bye. Takk fyrir það. Bye. Heyrðu, Íris, endilega, haltu bara áfram, komdu inn og segðu okkur meira. Já, herru, mér langar að benda á tvær íslenska bækur sem kannski svolítið tengjast svona þeim ábendingum sem að bæði Sanna og Sólveig hafa verið að koma með. Og þetta fræðibækur báðar. Það fyrst þessi sem heitir Sjálfstætt fólk
og er eftir Vilhelm Vilhelmsson og undirtitillinn er Vistarband og Íslenskt samfélag á 19. öld og hann er þarna að fjalla vinnuhjú eða vinnufólk á 19. öld sem er í rauninni í þeirri stöðu þá þarf að ráða sig í ársvist og vera þá undir svona þeim húsaga sem að höfuð bæjarins sem þau ráða sig á ákveður hverju sinni og þetta hefur stundum alveg verið líkt við þrælahald og oft voru þetta bara svona svolítið heppni hvort þú varst með góðan húsbónda eða ekki. En það sem hann er kannski svolítið að gera í þessu verki sem er mjög áhugavert er að hann er svolítið að reyna að finna raddir fólksins sem að var í rauninni undirokað í þessu kerfi í Vistarbandinu, raddir húsfólksins, raddir vinnufólksins og að svona veltaði fyrir sér hvaða möguleika þau höfðu til þess að veita einhvers konar andóf og finnur alveg mörg áhugaverð dæmi þess og fjallar svolítið svona kannski þessi svona átök á milli húsbændana og milli og vinnufólksins sem var undir því og hvernig einhvern veginn svona vinnufólkið einhvern veginn reyndi að fá að ráða sig sjálft eða hafa einhvers konar sjálfsvald þrátt fyrir að vera í þarna mjög svona jaðarsettri stöðu og mjög svona undirokað í þessu kerfi sem var við lýði mjög lengi. Þannig að mæli með þessari bók og svo líka fyrst að hún var að tala Mannsal og vændi og hún Sólveiga þá langar við að benda á Stund klámsins sem kom út fyrir 2 árum sem fjallar svona fyrstu dómsmálin sem átti sér stað varðandi framleiðslu og dreifingu á klámi á Íslandi. Það er Kristín Svava Tómasdóttir sem skrifar þessa bók og hlaut Hagþingisverðlaunin fyrir og þetta er mjög svona bara áhugaverð innsýn bara svona inn í klám svona aðgang og sölu að klámi á Íslandi þannig á kannski svona 7., 8., 9. áratugnum og hún er að fjalla þetta út frá svona femínískum sjónarhóli og tekur fyrir svona 3 ólík dæmi sem að svona koma upp á yfirborðið annars vegar dómsmál og svo hins vegar og svo líka bíósýningar og að svona velta vöngum yfir því hvað er klám, af hverju er það klám, hvað er ekki skilgreint sem klám og svona að svona skoða hvernig þetta hugtak einhvern veginn mótast á þessum árum og þetta er bara mjög áhugaverð og svona bæði skemmtileg stundum fyndin en líka oft disturbing svona bók ef fólk hefur áhuga á þessu efni. Takk fyrir Sanna. Sem er meira? Kannski ekki bók, en mér langaði líka að skjóta inn í vefsíða Tabú. Og ýmislegt líka frá Flóru tímariti þegar að fólk að skrifa svona sinn reynsluheim. Ég er svo upptekin af svona að lesa reynsluheim annarra og svona þegar að býr við kerfi sem er bara ómögulegt og svo er ég með svona rit sem ég fekk líka gefin sem ég er mjög spennt að glugga í og þetta er sem sagt Woman as Leader, Double Jeopardy on Account of Sex eftir Klöru Fraser og ég er mjög spennt að glugga í þetta. Ég mérst myndir framan á, mjög áhugaverð, ég veit ekki hvort þið sjáu hana. En og ég hef ekki lesað hana, en þið kannski heyrið að það er mjög margt af ritunum mínum svona að tekla rasisma og feminisma og það er dálítið svona líka bara persónulegum áhuga. Og kannski í lokin þá langaði mig að tala mastersritgerð sem ég gerði í mannfræði og þá voru konur að tala í ritgerðina þær höfðu upplifað voru konur að blönduðum uppruna
brúnar, svartar, íslenskar og líka með uppruna frá öðru landi og upplifir svona kynferðislegan áhuga sem að tengdist því hvernig þær voru litin. Og einmitt sko að ein hefði fengið svona athugasemd að frá manni að hann væri ekki komið með svarta beltið, eitthvað svoleiðis. Ein upplifði var spurð að því var mamma henni í ástandinu og ein svona greindi frá því henni liði bara eins og einhvað dýr í einhverjum frumskói áhugin væri svo mikill. Þannig að sko ástæðan fyrir nefnum þetta hér að þegar við erum að tala reynsluheim kvenna, við þurfum alltaf að taka inn í þessa þætti eins og uppruna, eins og efnahagslegan veruleika. Því að ef þú ert að díla við allt þetta og ert líka bara keyrð ofan í fátækt og getur ekki einhvern veginn leita til neins þegar þú ert að upplifa svona gríðarlega mikið áreiti. Þessi þætti skipta öllu máli. Ég er kannski dálítið svona út allt, en við getum ekki bara sagt einhvern veginn konur, kúgun, stöndum saman, konur og konum bestar. Stundum eru konur bara konum vestar þegar þær eru bara eitthvað æja og sussus, þetta var nú ekkert svona alvarlegt, við bara stöndum saman í þessu og þú veist, áfram feminismi, þú veist, þess vegna þurfum við að skilja hvað konur að gangi í gegnum. Já, það er einmitt þessi feminismi að umbreytast svolítið sem betur fer, einmitt í þessi átt að við þurfum að taka inn meira heldur en bara þessi típisku hvítu menningu sem við höfum verið svolítið föst í kannski í vestræna heiminum. En hvar er þetta nálgast þessi ritgerðina? Hún er inni á skemmunni og heitir En hvaðan ertu upplifun brúnna Íslendinga á því að tilheyra íslensku samfélagi. Það er skemman.is, skrifa bara nafnið. Já, frábært. En þar var ég ekkert að skoða stétt, það var uppruni og litrátt. En þegar við erum að skoða reynsluheim kvenna og fólks á jaðrinu, þá þurfum við að skoða stétt og það er eitthvað sem hefur vantað sárlega á Íslandi, en það er að gerast, finnst mér allavega núna meira. Má ég aðeins koma inn þá með eina nýja bók sem í Bjólablókaflóðan núna. Það er þessi doðrandur hér sem heitir Konur sem kjósa. Akkurat. Þetta eru 800 síður eða eitthvað álíka, fjórir höfundar og ég er bara svona aðeins búin að blaða í gegnum hana. Og ég er einmitt áhugasum að vita hvort að við erum hvort þetta er hvítur feminismi eða hvort að það er verið að reyna að svona koma inn reynsluheimi fleiri kvenna. Mér finnst það líklegt að einhverju leyti er forvitin að sjá sko hversu langt hversu svona djúpt það nær. Ég veit að Þorgerður Þorvaldsdóttir heitir sem er einn af höfundunum að þessari bók og hún skrifaði mjög áhugaverða grein í sögutímaritið þar nú voru að flétta saman, var einmitt að svona sýna hvernig hægt að nota intersectionality hugtakið, samtvinnun, í sagnfræðirannsóknum með því að skoða 100 ára kosningaafmæli kvenna út frá stétt og út frá konu sem fékk ekki kjósa vegna þess að hún hafði þegið sveitarstyrk og var þar af leiðandi þótti ekki nógu myndugt til þess að geta kosið. Þannig að ég bind vonir við að þáttaka hennar í ritun þessara bókar gerir það að verkum að hún sé svona, kannski fari svona dýpra í sögu alls konar kvenna heldur en kannski hefur verið upp á borðinu í íslenskri kvennasagnaritun fram að þessu. Þannig að endilega skoðan allavega, fletti gegnum hana að hvort að þetta sé eins og við grunnar en hef samt ekki alveg alveg skoða nógu vel. Og svo kannski önnur bók sem ég langar til að nefna sem að ég var að lesa og er núna í jólabókaflóðinu, að það er þessi hún lætur nú ekki kannski mikið yfir sér, heitir Látra Björg og fjallar konu sem heitir Björg Einarsdóttir og bjó á Látrum og Látraströnd á 18. öld og merkileg kona, hún var vinnukona mestan hluta sinna ævi en fór líka til sjós
og endaði svo síðan á flakki, var einn af þessum flökkurum sem eru svona, já, góðsagnakenndir í rauninni í íslensku sögu núna. Hún var svo kallar kraftaskáld, þannig að fólk svona fólki grunaði að það sem að hún segði í sínum vísum og sínum ljóðum, sem eru margar varðveittar og koma einmitt fram í þessari bók, að það sé eitthvað sem myndi rætast og hún geti haft áhrif á umhverfi sitt og líf og heilsu fólks með sínum kveðskap. Og mér langar kannski til þess að fara með eina vísu sem kannski svona sem kannski svolítið svona lýsandi eða svona, já, líka bara mjög viðeigandi fyrir svona þetta þema sem í þessum þætti í dag. Hún náttúrulega alþýðukona sem einmitt býr við kröpp kjör og hún þetta vísa sem hún orti eftir viðskipti sín við tiltekinn mann. Hún yrkir svona: Þó að gæfan mér sé mót og mig í saurinn þrykki, get ég ekki heiðrað hót hofmóðuga gikki. Ég búin að setja þetta á svona miða og svona þetta mig með við hliðin á skrifborðinu mínu. Þetta þurfti eiginlega að þrykkjast á ból bara. Já, þetta frábært. Já, æðislegt, takk fyrir þetta. Ég held að bara, við svona látum þetta eiginlega vera loka orðin, ef það sé eitthvað sem þú vilt bæta við, Sanna, nei, þá bara ætla ég að þakka ykkur kærlega fyrir að koma í þáttinn og óska ykkur gleðilegra jóla og þið hlustendur og áhorfendur góður, takk fyrir að vera með okkur. Þetta var þáttur inn í þætti, þetta var Siljan inn í þættinum Kona með höfuð samstöðinni og við erum komin í jólafrí. Ég veit ekki hversu langt það verður, það verður allavega eitthvað fram á nýtt ár. Við sjáumst þá kannski bara á nýju ári, 2021. Kæra þakkir, verið bless.